Minja- og sögufélag Grindavíkur var stofnað í desember 2013 og telur félagið 50 meðlimi. Þegar félagið var stofnað var ákveðið að festa kaup á Bakka sem í dag landsþekkt hús í Grindavík, en það fór með stórt hlutverk í kvikmyndinni Ég man þig. Rannveig Jónína og Hilmar Bragi hittu Hall í Grindavík. Kvikmyndin Ég man þig, sem byggð á sögu Yrsu Sigurðardóttur, naut mikilla vinsælda á síðasta ári. Gult, ryðgáð og gamalt hús setti svip sinn á myndina, en húsið nefnist Bakki og staðsett í Grindavík. Tæknibrellur voru notaðar til þess að færa húsið á Hesteyri, en þar gerðist sagan að stórum hluta. Bakki í eigu Minja- og sögufélags Grindavíkur sem var stofnað árið 2013. En framkvæmdir við uppbyggingu Bakka eru hafnar, en húsið hefur skemmtilega sögu að geyma. Og þeim leist öllu svo vel á það var ákveðið bara þá á staðnum að yrði. Og það komu þarna aðalleikarnir 3 líka. Hún sagði mér líka frá því þegar þið eitthvað breytt aðeins inni í húsinu. Já, þau settu þarna upp. Þau bjuggu til skorstinn, gerfiskorstinn í stóru rýmunum, bæði upp og niðri. Sem kemur bara ágætlega út og bara gaman af því. Og hugmyndin hjá okkur er reyna að halda pínu í leikmyndina líka sem hægt er. Og við erum líka breyta Bakka aðeins utan, gera hann upprunalegan. Já, þau hafa fengið styrki frá uppbyggingarsjóði Suðurnesja, ekki sant? Já, við erum búin að hafa 3 skipti. Og þau voru ætluð að fara að byrja á framkvæmdum að laga húsið eða ekki þegar þetta kom með kvikmyndina. Já. Og voru þá ekki bara framkvæmdur stöðvaðar? Þeim voru frestað 1 ár. Við gátum ekki byrjað fyrir inn í október. Og þetta var bara meira áttar. Góð kynning. Mjög góð kynning. Skemmtilegt hús. Já. Og þú sagði mér líka þegar ég fór að spyrja út í kjallarann í húsinu. Já. Það er engin kjallari í húsinu? Nei, það er engin kjallari í húsinu. Og hvar var það atriði tekið upp? Það var gert gat þarna á gólfið og rist þarna upp úr. En þið verður eiginlega að klippa þetta burt. Ég veit ekki hvað ég megi segja hvað það er. Já, Hallur er þögull sem gröfin vinnsluna á kvikmyndinni þó hún sé löngu komin á hvítatjaldið. Hugmyndir hafa komið fram að bjóða upp á draugalega gistingu í Bakka þar sem næturgestum boðið upp á að horfa á kvikmyndina Ég man þig áður en haldið til hvílu. En Bakki alls ekki eina húsið í Grindavík sem aðdráttarafl. Það mikið af gömlum húsum í Grindavík sem að ganga í endurnýjun lífdaga. Er mikið af merkilegum og gömlum húsum í Grindavík? Já, það mikið af húsum í gamla bænum. Við getum bara að tala til dæmis Krosshús, Einars og Garðhús. Það verður mjög flott uppbygging einmitt í Garðhúsum núna. Já, strákarnir eru búin að vera rosalega duglegir að gera upp húsi og þeir eru bara að gera þetta 2. Þeir eru með Facebook-síðu þar sem það mikið af gömlum og skemmtilegum myndum. Já. Hver að sjá það? Ég sé það. Og hvaðan koma myndirnar? Þær koma frá fólki bara hingað og þangað á bænum. Og þegar maður fara að skoða möppurnar, þá merkja yfirleitt möppurnar frá hverjum myndirnar eru. En það ekki ég sé að eigna mér þær, heldur að það kemur allt frá. Það finnst fólki líka mjög skemmtilegt að. Mér fannst mjög merkileg mynd sem kom daginn til dæmis að festi. Það var bara festi eitt og sér. Já. Og það var ekki neitt í kring. Nei. Og hún er 73 sem hún er byggð. Já, hún er ekki eldri samt. Nei. Þannig að það hefur verið töluvert hröð uppbyggingin á þessum árum. Já. Þannig að það er heilmikil uppbygging í gömlum byggingum og ýmsu öðru hér í Grindavík. Já, það er mikið að gera hjá okkur. Já. Þú kaupir sér látt. Já. Og þið hittist alltaf einu sinni í viku, ekki sant? Alltaf einu sinni í viku hérna. Á miðvikudagskvöldum. Þá erum við opið hérna klukkan 8 á kvöldin. Það væri gaman að geta verið hérna niðri líka til þess að það er fullt af, eða nokkuð mikið af eldra fólki sem langar að koma en treyst sér ekki upp stígann.